að heimsækja Jón Sigurðsson hjá Securitas og sýna svona aðeins hvernig hann fer yfir duftslökkutæki. Og það sem við ætlum að gera er að þetta tæki er að koma inn í hleðslu hjá okkur. Þetta er 2006 árgerð. Þannig það sem við ætlum að gera við þetta tæki, við þurfum að taka duftið af tækjunu. Ef þetta slökkutæki er á heimili þá þurfum við að gera þetta á mest líða 5 ár. Nei, þetta bilar ekki þannig. Þetta eru bara reglur sem segja til það þú verður að koma með tæki. Ef tæki stendur á þurrum og góðum stað, þá segja reglunar okkur það. Þú átt að mæta með það í skoðun og þú átt að láta opna það, sigta duftið upp til þess að fyrirbyggja það að nokkuð geti komið fyrir tækið. Það geti verið lægi þegar þú kemur með það. En þetta er alveg eins og maður fer með bílinn sinn í skoðun. Þetta er bara fyrirbyggjandi viðhald. Sjá til þess að hlutinni sé í lægi, þú átt að nota þann. Þú lendir í eldsvoða, þá skiptir öllu máli allt sé 100% í lagi. Nú, ég fæ tækið fyrst inn, ég byrja alltaf á ytra útliti. Kanna það. Kanna lokan, slönguna. Sé að það sé ekki neina sprungur eða neitt í þessu tilfelli, þá losa ég botnin af. Ég skoða botnin, hvort hann sé eitthvað skemmdur. Hann er heill í þessu tilfelli. Þetta er hlífðar botn sem er á þessum tækjum. Verðið eru sett á jörðina, slangan er sett alltaf hér í og það sem við byrjum að gera, við tökum öryggisblittið úr tækjunu sem er áður sprautum úr því. Nú er ég búinn að taka splittið úr tækjunu þannig að ég ætla að fara að snúa þess að vélinni og ég ætla að tæma tækið inn í vélina. Við byrjum að taka slönguna af. Ég finn með ljós inn í slökkutæki, þannig ég er að kanna ástandið á málmina innáður, hvort það sé eitthvað tæring eða rið inn í tækjunu. Og nú ætla ég að kanna hvort það innihaldi sé í lagi í tækjunu. Hvort það sé rétt magn sem á að vera í því. Tekið viktina og núlla hana niður. Og góðan á 0. Nú látum við duftið bara renna niður í tækið. Á meðan þá tökum við ventilinn á slökkutækinu og drifum hann. Ventilinn er tekinn í sundur. Svo setjum við hérna smá sílikonfeiti á gúmmíhringinn og á keiluna sem gengur upp og niður í ventilinum, til að varna henni fyrir tæringu utan að koma til og það rennir vel upp og niður. Síðan hann bara settur í. Kemur gormur hérna sem þrýstir á hann. Síðan kemur rörið. Og það spinnir á ventilinn þannig að hann opnist og lokist eðlilega. Hert þéttingsfast. Þrýstimælurinn á 0, allt klárt. Hann gengur upp og niður mjög eðlilega. Þá er hann klár fyrir samsetningu. Þá þurfum við að sjá til þess að allt duftið fari niður.
að bíða aðeins. Duftið var hérna í tækinu þegar við byrjuðum. En nú er það bara hér eins og er. Það er svo mikið loft í því og orðið svo lifandi. Það þarf að gefa því tíma aðeins til þess að lifa það síðan niður. Næja, nú er duftið runnið niður. Þá getum við fært baukinn yfir. Það er þetta að sýna það. En þú séu það í hafnaduftinu eða tækinu. Duftið rennur alveg eftir. Við ætlum að vigta það og sjá hvað innihaldið er á því. 5.910 gram. 5.910 gram. Það er innan skekkjumarka. Þannig að þá... Bætir það, ef það vantar ykkur þá bætir það bara við? Ef það er yfir skekkjumarka þá bætir við með réttu duftinn á það. Við erum að þrífa gengjurnar. Það er ekki gott að hafa duft á milli gengjum, það skemmir þær. Það kemur vettitinn, hann rennur hérna beint voni. Það er alltaf smá kúnst að hitta á réttu gengjuna. Ef það gerist ekki, þá er tækið ónýtt. Þá búið að festa ventilinn. Festingin hérna í stíl við það og ventilinn í sömu línu líka. Þannig er þetta gert. Nú við blásum tækin hérna, þrýstingin inn á tækjanum, inn á slökkutækið, með því að fara hérna inn í tækið og þegar ég er að stinga ventlinum onni í duftið, þá fer hann í tómt duft og duftið fyllist upp í röri sem ég var að stinga niður. Með því að blása hérna, þá íti ég duftinu út úr rörinu. Þá er duftið hreint þegar það er þarf að nota það í slökkustafni. Upp með köfnunarefni, já það er alveg 100% þurr lofttegund, engin raki í því. Við þurfum að mæla með viðurkenndi mælir sem segir að við séum með réttan þrýstinginn og sem við þurfum að blása tækið upp með. 15 kíló þrýstingur. Þrýstingur komin inn á innsiglatæki áður ef við höldum lengra. Og þá þurfum við að kanna hvort það leki hérna með þessari þéttingu. Þetta er pottet. Blása vatnið úr hérna. Tökum dreifislaukuna, skrúfum hann aftur í. Herðum hann að þéttingsfast. Ef það er ekki gert, þá getur smitað hérna meðfram þegar í slökkvistarfi. Þrífum tækið aðeins og slöngu. Þegar þessu lokið, þá setjum við 2 miða á tækið. Minni miðin hérna, hann segir okkur, sem verður á tækinu næstu 5 árin, þangað til að slökkutækið þarfnast aftur að fara í skoðun. Þetta segir mér það að slökkutækið hafi verið hlaðið árið 2012. Þessi skoðunarmiði, hann segir okkur að
Tækið er hlaðið árið 2012. Í hvaða mánuði, hvaða ár og hvað var gert við tækið. Hérna er leiðbeining að segja, næsta skoðun er eftir 1 ár. Sá sem tekur þetta slökkvitæki eftir ár, sér það að slökkvitækið var hlaðið 2012, þá þarf hann bara að yfirfara tækið næstu 4 árin. Þið sem eru með slökkvitæki á heimilinu, endilega kíkið á miðan, hvort það með ekki fara eitthvað yfir þetta eða kíkja á þetta. Þið sjáu þennan prósess að þetta er svona, það þarf að taka þetta í gegn. En þátturinn ekki lengra sinni, þakka fyrir mig í kvöld, verið sæl.